Já, komið sæl og blessuð og gaman að sjá ykkur hér svona mörg. Ég heiti semst Ingibjörg og búin að vera skólastjóri í Myndlistarskólanum núna í nokkur ár og hef starfað þar í 18 ár. En mín reynsla af skólastarfi, hún í rauninni ekki úr grunnskólanum, því miður, en ég vona að ég geti samt sagt ykkur eitthvað sem að þið geti tekið með ykkur og gagnast ykkur. En mín reynsla semst úr Myndlistarskólanum, ég hef líka kennt í mynd og hand gamla og svo úr Listaháskólanum. En mér hefur fundist þetta aldrei merkilegt einhvern veginn á þessum 18 árum sem ég hef unnið þarna í Myndlistarskólanum, hvað ég fundi það einhvern veginn kannski bara komið hálfpartinn aftan að mér, þessi áhugi á námsmati. Ég hefði aldrei trúað því að maður gæti fengið svona mikinn áhuga á námsmati. En þannig það nú, maður veit aldrei sína ævina. Og það kannski tvennt sem hefur svona vakið þennan áhuga. Það annars vegar við höfum verið í heilmiklu samstarfi við breska skóla sem hófst í kringum 2005 og þar kynntist í rauninni hvað námsmatið ótrúlega mikilvægur partur af öllu náminu og hvað þetta merkilegt og áhrifaríkt tæki í listnáminu. Og ég ætla að segja ykkur aðeins frá því. Og svo var það líka þegar ég tók að mér að skrifa þetta heft sköpun í skólastarfi, að þá fór ég líka að hugsa það hvernig maður getur raunverulega metið sköpun. Það hægt? Þannig að það var svona þetta tvennt sem hefur vakið þennan mikla áhuga á mati á listnámi sem ég smá saman fundið fyrir. En stundum finnst mér að vera einum þetta í Myndlistarskólanum. Mér finnst stundum eins og þetta sé svona, eins og þetta tvennt fari einhvern veginn illa saman. Og þegar ég að biðja listamennum að huga að þessu námsmati, þá finnst mér stundum eins og bara slokkni ljósið í augunum á þeim og þeir einhvern veginn fyllast einhverjum leiða og finnst eins og ég sé að biðja það bara að taka allan leikinn og allan kraftin og allt sem þeim raunverulega finnst skipta máli í kennslunni, að biðja þeim að sjóða þetta niður í einhverjar mælanlegar einingar og markmið og í rauninni setja hlutina fram þannig að það sé hreinlega bara uppskrift að algjörlega misheppnaðri kennslu. Eins og Eisner segir þarna að þetta sé sem sagt þetta sé alveg örugg leið til þess að búa til sem sagt kennslu sem dæmd til að mistakast. Og þetta finnst mér ég finna stundum fyrir og ég ekki ennþá komin þangað í mínum áhuga á mat á listnámi að ég geti kveikt þessa löngun hjá kennurum mínum en mér finnst það að mjakast og mér finnst þess að sjá þessar hugmyndir þegar maður að lesa námsmat í listgreinum þá koma þessar hugmyndir mjög oft upp að það þessi einhver vandræði í kringum það að meta listnámið. Og gagnrýnin hún beinist oft að því að matið, það geti aldrei náð það sem okkur finnst raunverulega skipta mestu máli. Að við séum alltaf að meta eitthvað sem skipta okkur minna máli, einhverja kannski yfirborðslega færni sem skipta okkur raunverulega ekki öllu máli. Mér finnst þetta líka áhugavert sjónarmið sem ég heyrði frá ungum nemandi grunnskóla að honum fannst, þá var í rauninni kannski matið var ekki mjög skýrt í þessum skóla og hann fannst hann alltaf vera að vinna innan einhvers smekks, einhvern óljósan smekk hjá kennaranum sem honum fannst líka afskaplega óþægilegt. Þannig að einhvers staðar hlýtur nú einhver millivegur að vera. En mér finnst þegar maður að skoða þessar hugmyndir þetta námsmat og þessa kröfum að setja fram mælanleg markmið, þá finnst mér líka mikilvægt, það vissulega mikilvægt, að nálgast það að vera að tala það sem okkur finnst skipta máli, raunverulega skipta máli, en reyna einhvern veginn að kljúfa það niður í þessi mælanlegu markmið. En þá finnst mér líka mikilvægt að við munum eftir þessum stóru hugmyndum og hver drifkrafturinn og af hverju erum að gera það sem við erum að gera. Að það sé eitthvað sem við pössum okkur á að hafa alltaf bak við eyrað. Og að það sé rauninni mun eftir því líka, það ekkert hægt að kljúfa allt það sem við gerum í skólanum, allt sem okkur finnst skipta máli, það ekkert hægt að kljúfa þetta allt saman niður í einhver mælanleg markmið. Það ekki allt sem við erum að upplifa í skólanum, það ekki bara gert til þess að uppfylla einhver hæfnimarkmið sem settu þau þar fram.
Við erum alltaf að gera svo margt miklu svona stærra og meira og mikilvægara líka innan skólans. En það sem sagt þetta að geta brotið niður þessi stóru mikilvægu markmið sem eins og eru sett fram menntagildi listgreina og verkgreina, að geta einhvern veginn reyna að brjóta niður þessi stóru markmið sem okkur finnst afskaplega mikilvæg niður í önnur smærri, en muna jafnframt eftir þessum drifkrafti og þessu mikilvæga, einhvern veginn reyna að halda balans þarna á milli. Og þetta náttúrulega, bara maður getur hugsað eins og það að geta sett fram mælanleg markmið þekkingu í fjarvídd eða litafræði, eða skilja inntak verka Kjarvals, eitthvað slíkt. Þetta getum við allt sett fram í mælanlegu markmiðum, en svo erum við náttúrulega líka að tala það sem skiptir okkur kannski mestu máli, og mér dettur í hug bara til dæmis að fara inn á sýningu Ragnars Kjartanssonar í Visitors og upplifa bara það hvað það er stórkostlegt einhvern veginn, hvað maður getur upplifað mikla tilfinningar og stórkostlega hluti þarna inni, sem að við getum ekkert klofið þetta niður í einhver mælanleg markmið. Það munum við aldrei geta. Þannig að þetta tvennt held ég að sé ágætt að hafa svona einhvern veginn bak við eyrað. Við erum að tala mikilvæga hluti, við getum ekki metið allt, við getum klofið það niður í ákveðna hluti og þetta þurfum við einhvern veginn svona að vega og meta og muna eftir þessu. Svo finnst mér ágætt líka að horfa til þess, þegar við erum að tala þessar stóru hugmyndir og hugsa þessar stóru hugmyndir, að þá finnst mér gott að skoða þessi sjónarmið sem að Eisner setti fram sérstöðu hverjar greinar. Og mér finnst þetta áhugavert að skoða þetta í tengslum við nýju aðalnámskrána, hvað það er dregið fram sem mikilvægt. Og Eisner setti fram þessar 3 þætti þarna, sem eru annars vegar þessi listræna færni sem að við getum eingöngu, sem er beintengd listgreinunum, list- eða verkgreinunum. Færni sem við getum eingöngu byggt upp í gegnum list- og verknámið. Og það er til dæmis eins og það bara að skapa listaverk eða búa til eitthvað hlut, þessi færni sem við lærum ekki annar staðar. Og svo er það þessi listtengda færni sem eru þá leiðir sem að gera manni kleift að upplifa bara umhverfið á dýpri og svona blæðbreiðaríkari hátt, eins og maður getur kannski sagt að litaskynjun eða fjarvíddateikning eða þessi færni sem að fæ þarna, hún gerir manni kleift að upplifa og skilja umhverfið sitt á ríkari og svona dýpri hátt. Og svo er það þessi þriðja færni sem að ég ákvað að kalla viðbótarfærni, en ég veit ekki hvort það sé kannski alveg rétt orðið. En það er í rauninni þessi færni sem að maður fær í gegnum það að vera að vinna inn í list- og verkgreinum, sem að er eins og til dæmis þessi færni sem að maður byggir upp þegar maður er að búa eitthvað til og það eru margir kostir í stöðunni og maður þarf að velja þann sem manni sjálfum finnst réttur. Það er engar reglur eða það er ekkert annað sem segir manni hvernig maður á að leysa verkefnið heldur en hugmyndir og afstaða mann sjálfs. Þetta er dæmi svona listtengda færni sem að maður þjálfar upp í gegnum listnámið en er ekki kannski alveg beintengd. Og hann velti því fyrir sér og svona gagnrýnir það í rauninni að við séum farin að horfa of mikið á þessa listtengdu færni þegar við erum að tala listnám. Og mér finnst kannski þegar maður er að horfa á hvaða stóru þættir eru dregnir fram þarna í aðalnámskránni, þá finnst mér kannski eins og þessi 2 fyrstu punktar geti flokkast undir þessa viðbótarfærni. Og hann varar okkur við því, segir að ef við erum of mikið að tala þessa þætti sem hann segir að sérunni heldur ekki búið að sýna fram á að sé svo auðveldlega hægt að færa yfir. Það segir að það sé ekki skýrar sannanir fyrir því, en ef við erum of mikið einhvern veginn að bæði að reyna að setja fram markmið og tala of mikið þessa þætti, að þá séum við raunverulega að veikja stöðu listnámsins inn í menntakerfinu. Þannig að hann svona varar okkur við þessu og mér finnst alveg, þó að þessi 20 ár síðan þessi grein var skrifuð, þá finnst mér þetta alveg eiga vel við í dag, að við þurfum að passa þetta og þannig getum við líka með því að vera skýr
með það og setja fram skýr markmið hver sérstæða okkar, að þá erum við líka í rauninni, þá höfum við meiru að miðla og meiru einhvern veginn að gefa í allavega samstarf. Frekar en einhvern veginn að horfa á mikið á þessa viðbótarfærni sem einhvern veginn dálítið mikið og ofarlega í umræðinni, sérstaklega í tengslum við allavega hugmyndir eins og til dæmis allar þessi umræðu þessi 21st century skills og allur sápakki. Þannig að það freistandi einhvern veginn, af því að þetta vissulega þetta til í listnáminu, freistandi að tala það, en hann svona tekur varan, vill hafa varan á. Svo ætla ég að segja ykkur aðeins frá manni sem ég rakst á því ég var að skrifa þetta blessaða hvermynd sköpun í skólastarfi. Þessi maður, Lars Lindström, hann hefur mikið verið að rannsaka, hann sænskur, mikið verið að rannsaka myndmennt í grunnskólum og hann hefur verið að velta þessu fyrir sig. Hvernig metum við sköpun og hægt að meta sköpun og getum við metið sköpun þannig að það sé eitthvað að marka það, sé áræðilegt mat. Og hann rannsakaði ferilmeppur nemenda, tók ferilmeppur þeirra og þar voru skissur og allavega kveikjur og fullunin verk og þetta voru 500 börn sem tóku þátt sem voru aldrei en 5 til 19 ára og hann tók líka stutt viðtöl við nemendur sem fylgdu með portfóljónum og það voru svona ýmiss konar aðilar bæði kennaranemar og kennarar barnanna og aðrir kennarar sem að koma að þessu mati og það voru þessi atriði sem voru metin annars vegar í vinnuferlinu sjálfu sem var þá þetta getu nemandans til að rannsaka, uppfinningasemi, geta til að nota fyrirmyndir og svo sjálfsmat. Og svo var það sem að skipti máli í verkinu sjálfu, það var hvort að nemandinn væri raunverulega að túlka það sem hann ætlaði sér í verkinu, hvernig hann nýtti liti, form og myndbyggingu og hvernig hann tilengaði sér aðferðina sem lá að baki. Þannig að þetta voru þessi þættir sem að hann lagði til grundvallar sinni rannsókn og það komu í kringum 1500 matsmenn að þessu og með þessum kvörðum sem að hægt að nálgast líka í þessari grein, eru nákvæmari kvarðar þar og ég sýni ykkur einn eftir, þá sem sagt var hægt að komast að niðurstöðu sem var sem sagt, það voru 80% þeirra, þessara 1500 sem tóku þátt, sem voru mjög sammála og 90% sem voru nokkuð sammála. Sem segir okkur að það raunverulega hægt að meta þætti sem okkur þykir skipta miklu máli, eru djúpir og skipta okkur máli sem erum að vinna með skapandi starf. Það hægt að meta þetta á áræðanlegan hátt og hægt að fara djúpt. Þetta sem sagt aðeins tók svona grófa flokkun úr þessu skema hans. Og þetta sem sagt þættir sem að hann talar Það annars verður þessi rannsóknarþáttur að nemandinn leggi mikið á sig, hann nálgist viðfangsefnin og vandamál á marga ólíka vegu, hann notar uppkast og skissu til að pröfa sig áfram og þróa verkefnin og svo þarna hinum megin þá í rauninni, þetta nemandi sem að stendur sig vel og svo þá hinum megin nemandi sem að stendur sig síður vel og í rauninni fekk lægstu einkunnina á kvarðanum, gefst auðveldlega upp, fylgir hugmyndum sínum ekki eftir og vinnur eingöngu eftir fyrirmælum kennara. Og þessi kvarði settur fram það er þessi rannsóknarþáttur og það er þessi uppfinningasemi að geta í rauninni víkka verkefnin út, komið auga á nýja og óvæntar niðurstöður og þetta geta nota fyrirmyndir og þetta held ég að sé einhvern veginn miklu ríkara í sænskri myndmenntakennslu heldur en í okkar myndmenntakennslu. Og ég held að við gætum skoða þetta einhvern veginn dálítið betur. Og það er þessi þáttur að geta viðað sér fyrirmyndum og geta skoðað verk annara og lært að því og tekið framförum og í rauninni tekið einhver skref fram á við í gegnum það að skoða verk annara. Og svo er það þessi sem að getur minna að hann sýnir engan áhuga á verkum annara og jafnvel þó hún sé sýnt spennandi verkefni sem tengist því sem hann er að gera þá er ekki hægt að kveikja á honum. Og svo er þetta sem sagt þetta sjálfsmat að koma auðveldlega á styrk sinn og veikleika og geta valið verk sem sýna einmitt fram á bæði styrkin og veikleikan, geta hort á verkin sín og dregið fram þessa þætti og geta líka sett fram uppbyggilega gagnrýni sem sagt samnemendur sín og fjallaði megin verk. Þannig að mér finnst þetta, þessi kvarði vera mjög
svona bara góður, ég veit ekki það, mér finnst maður geta stuðstuðað mér skosti í myndlistarskóla, það hefum verið að gera tilraunir með þetta, mér finnst hann fjall það sem að manni finnst skipta miklu máli. En svo sem sagt, ég ætlaði bara að segja ykkur frá þessi rannsókn, þá í rauninni kom fram að þessi kvarði, hann var hann nýttist vel og það var í rauninni hægt að skoða og það var mikil stígandi, svona alveg eins og maður hefði getað ímyndað sér, á þessu sérstaklega lokaafurðinni, hvernig hún var metin, að það var mikil stígandi frá þessum 4 ára nemendum upp í þessa 19 ára, þeim fór fram, sem betur fer. En þeim fór ekki nógu mikið fram í þessum þáttum sem að í rauninni er verið að tala hérna. Og það voru svona ákveðnar leiðir sem að hann lagði til að yrðu styrktar í sænsku myndmenntakerfi í kjölfar þessar rannsóknar sem að ýttu þá undir í rauninni svona kringumstæður og svona kjörskilyrði fyrir þessa þætti. En svo ætlaði ég að bara tala að því að mér finnst þessi skýrsla Ann Bamford, hún náttúrulega var mjög góð og áhugaverð og spennandi að lesa hana. Og mér finnst reyndar þetta eitt af 5 atriðum sem hún nefnir sérstaklega í skýrslunni. Hún eins og þið vitið náttúrulega, hafði sjálfsagt lesið þessa skýrslu. Hún mjög jákvæð og segir að listnám á Íslandi sé bara afburða gott og hér sé bara mjög fínt starf. En eitt af því sem hún nefnir samt sem mikilvægan þátt í því að bæta listnámið, það er akkúrat þetta, að aðferðir á Íslandi til þess að meta listnám séu afar takmarkaðar, eins og hún segir. Og og það sé í rauninni hlutverk okkar sem erum að vinna í listfræðslunni að við þurfum að móta hugmyndir það hvernig eigi að leysa úr þessu. Að við getum ekki tekið einhverjar aðferðir annar stað frá, úr einhverju öðru kerfi, heldur þurfum við að móta aðferðirnar sem passa okkar samhengi. En þetta sé afskaplega mikilvægt og það sé afskaplega mikilvægt líka að vinna meira að rannsókn og þróun á þessum greinum. Og svo segir hún líka þetta að við verðum að koma okkur upp einhverjum mælikvörðum á og einhverjum aðferðum til þess að meta gæði námsins. Bæði þetta námsmat og svo þetta hvernig getum við vita að við séum að vinna og okkur sé að fara fram. Og ég verð nú að segja það í þessari skýrslu, þessi kafli, ég veit ekki hvort þið munið eftir úr skýrslunni, það er svona ágætiskafli námsmat, að hún kemur fram með þessa skýru ábendingu, en minnst hún kannski ekki segja manni alveg nóg mikið. Liggur það mér langið til þess að bara taka upp símann og hringja í frúna, en ég er ekki búin að því. En mér finnst þetta, hún sé með ákveðnar hugmyndir, en segir ekki mikið og segir samt þetta líka að við þurfum sjálf að finna leiðirnar og auðvitað er það alveg rétt. Svo langar mig til þess að segja ykkur frá þessari skýrslu sem að kom út á árið sköpunar og nýsköpunar í Evrópu. Það kom opaslega mikið út af spennandi efni á þessu ári sem að gagnast okkur held ég, sem að vinnum í listgreinum. Og í þessari skýrslu þá er heilmikill kafli námsmat og það kemur þetta sama í rauninni fram að einhverju leyti og það er í rauninni vitnað í Ann Bamford og talað að þessar takmörkuðu upplýsingar sem að séu allstað þannig að það séu mjög takmarkaðar upplýsingar til listnám af því að það sé lítið formlegt mat á listnámi. Og þetta takmörkuðu upplýsingar sem eru fyrir hendi, þær séu í raun standi listnámi almennt fyrir þrifum í samfélaginu og gerir rauninni stöðu þeirra gagnvart öðrum greinum veikari. Og það er talað heilmikið þetta og svona leitt að því líkum að með gæðum í mati á listnámi, með miklum gæðum þar, þá verður rauninni miklu skýrari stefna opinberra aðila líka. Námskráin verður smá saman. Ef við leggjum mikla natni í þetta námsmat, þá verður námskráin smá saman skýrari og betri og styðji miklu betur við greinina sjálfa. Þannig að þetta skipulagt og gott námsmat, það leiðir til framþróunar á listnáminu og gerir líka bæði sýn listgreinakennarana
og sýn annarra kennara inn í skólanum og nemendana og foreldrana. Þetta með skerpi sýn allra á það hvað við erum að gera. Og það sem sagt mælst til þess í þessari skýrslu og þetta sé eitt af því sem að listnámi þarf að huga sérstaklega að. Og hérna á myndinni þá sýna semst rauðu löndin, þau sýna staði eða lönd, það sem að er tvennt til staðar, það er bæði skýr hæfniviðmið og líka viðmið eða leiðbeiningar það hvaða einkunn í rauninni passar hvaða hæfniviðmiði. Og með þessari nýju námskrá, og þá sýnist mér að við séum nú komin í flokk Rauðurlandana, og þetta sé skref fram á við, hvernig við höfum breytt okkar námskrá. En í rauninni sagt líka þarna að í löndunum sem ekki rauðmerkt, að þá sé það í höndum kennara í hverri stofu að búa sér til sín viðmið og búa sér til þann skala sem þeir eru að meta verknemenda á. Og það er talað að það sé ákveðnar hættur í þeim aðstæðum sem að opni sem sé líklegt að opni á það að listgreinakennararnir noti í rauninni kannski frekar aðferðir hinna greinanna sem passa illa listnáminu til þess að meta sína grein. Að fara að vinna svolítið í anda þess sem er dóminerandi innan skólans. En sem sagt, við erum komin Rauðurlöndunum, það er skref fram á við. En svo langaði mig aðeins að tala semst um Bretland og þetta sem ég er búin að vera dástað hjá þeim, góðu félögum. Og það eru ýmsar blikur á lofti þar núna í listnámi og skilst að það sé einhver óskapa niðurskurður í gangi þar. En mér fannst áhugavert þegar maður er að skoða líka þessa staðreynd þarna, að það eru sem sagt, það eru 6,9% nemenda á þessu í framhaldsnámi í listtengdu námi. Hér erum við með 2,3%. Það eru sem sagt 3 sinnum meira en hjá okkur. Og ég veit ekki hvort það sé mjög svona vísindalegt, en mér finnst það freistandi samt sem áður, að bera saman, hérna sem sagt, sérst þetta á þessari glæri, eða sérst þetta ómögulega? Sérst ekki neitt, það sérst ágætlega hérna hjá mér. Sérst, glæran hérna til hægri, þessi súla hérna til hægri, hún sýnir sem sagt menningartengdan útflutning Breta sem hlutfall af heildarútflutningi. Og þá sjáið þið að þeir eru með 4 sinnum meira en Danmörk til dæmis. Eins og við lítum alltaf á Danmörku sem svona, að þar sé nú verið að flytja mikið út af hugviti, en samt eru þeir með 4 sinnum meira Bretarnir. Og ég held að þetta sé sem sagt, það hvernig, þetta auðvitað á það sér margar skýringar, en ég held að ein skýringin, og ég hef engar sannanir eða neitt fyrir mér í þessu, en það er mín tilfinning einhvern veginn eftir að hafa kynnst því hvernig námsmati er svona ríkulegur þáttur af allri kennslunni, að það sé einhverju leyti líka góður námsmati að þakka, hver staða listana er í þessu samfélagi. Og ég veit ekki hvort ég sé algjörlega farin út í móa með þetta, en þetta er svona eins og segja, þetta er tilfinning sem ég hef. Og þetta sýnir bara líka þessar tölur, að þarna stendur listnámið sterkt og það er hvergi, held ég, það sem ég hef svona verið að skoða, þróaðri leiðir í listnámi en þarna. Og auðvitað þykir mörgum nóg það sé kannski aðeins, það sé aðeins íkt hvernig þeir hugsa sitt mat. En ég ætlaði bara aðeins að segja ykkur líka frá, þó ég sé engin sérfræðingur í mati Breta, að þá ætla ég bara að segja ykkur frá því hvað mér hefur þótt áhugavert. Og þá er það einmitt þetta, hvernig þetta mikla samtal sem á sér stað innan greinanna, hvernig maður finnur fyrir því að fólk er eins og meðvitað það, hvað það er að gera og hvar það stendur og til hvers það er að kenna það sem það er að kenna. Og þetta finnst mér svona mikilvægt og þetta held ég að við getum notað til þess að þróa okkar kennslu áfram. Og námsmatið það er samræmt og það er sem sagt þannig að það þarf að ganga úr skuggum að kennarar sem eru að kenna í sitthvorum skólanum, að þeir séu raunverulega að komast að sömu niðurstöðu og einkunnin sem þeir eru að gefa, hún sé sambærileg. Þannig að kennarar þurfa að vera að tala saman og skoða og það er gefin ákveðin tími fyrir þetta á hverju ári. Og svo eru sérstakir matsmenn sem eru að skottast þarna og gera úttekt og skoða hvort það sé raunverulega verið að gera rétt. Þetta er svona eftirlitskerfi.
En í gegnum þetta samtal, þá held ég að það myndast þessi skýra sýn og ég held líka að með þessu samtali þá sé raunverulega líka eiga sér stað mjög öflug endurmenntun fyrir listgreinakennarana. Og þetta held ég að sé áhugavert. Ég held að við séum náttúrulega ekki að vera með eitthvað samræmt mat í listnámi hérna á Íslandi. En samt velti ég líka fyrir mér að til dæmis eins og í Hollandi, þar sem að listgreinar hafa líka mjög sterka stöðu, það líka samræmt próf í öllum greinum í lok grunnskólans. Og maður var til dæmis að skoða tölur frá Bandaríkjunum, þar sem var þessi stefna sett í gang, No Child Left Behind, og eitt af því sem fólk velti fyrir sér í kringum það, að það verið til alveg óbústlegu prófakúltúr og það verið að prófa allt alveg hreint til andskotans. En í kringum það, þá rauninni bara að þær greinar sem ekki prófað í, að kennsla í þeim hefur minnkað um 25–30% á þessu tímabili. Og ég held að það geti verið, annarkvort bara erum við með samræmt mat í öllu, eða engu, getur það verið góð leið. Ég held að þurfum aðeins að hugsa um þetta. Og ég held að þurfum að hugsa um það hvort að líka að til dæmis eitt sem gerist við svona samræmda, einhverja svona ytri skoðun, að það verða til allavega áhugaverð gögn líka, þannig að við getum skoðað það, okkur að fara fram, þessar breytingar sem kannski eru gerðar í kennaranámi eða einhverju öðru, hverju það að skila list- og verkgreinunum? Hvernig getum við metið hvar við stöndum? Þetta held ég að við þurfum einhvern veginn að finna út úr þessu eins og Ann Bamford bendir á. En það ýmislegt annað bara áhugavert sem mér hefur fundist mjög svona lærdómsríkt að sjá hjá Bretunum. Og eitt til dæmis það sem að þið þekkið, mikið gert í listnámi, og það þessi yfirferð sem að svo mikilvæg. Þegar verkin eru skoðuð í lok áfanga eða þegar verklok, og það þessi sameiginlega umræða sem á sér stað verkin. Og þetta hefur einhvern veginn oft verið þannig, í myndlistarskólanum, þar sem ég var að kenna annars staðar, þá það þessi umræða, það taka allir þátt, en svo situr kennarinn einhvern veginn uppi með það hlutverk að þurfa að skila einhverju umsögn sem að tekur saman umræðuna og sem að segir nemandanum rauninni, tekur saman einhvern veginn það hvernig tiltókst fyrir nemandan. Og eitt gerðu þeir sem ég þótti mjög áhugavert og gerði þessu umræðu miklu markvissari og betri, að það var að nemendur, þeir voru í rauninni ritarar hver fyrir annan. Þannig að þegar verið var að fjalla verk eins ákveðis nemanda, þá voru einhverjir aðrir skipaðir í hlutverk ritara og þeir tóku saman punkta, bæði hvað nemandinn hafði sjálfur að segja verkið, hvað aðrir sögðu verkið, hvað kennarinn sagði verkið, tóku þetta saman og sendu nemandanum aftur, hann gat leiðrétt og lagað og horft á þetta, sent kennaranum sínum, og fengið svo gat kennarinn nota þetta sem verkfæri við að skila nemandanum matinu. Þetta einhvers konar sjálfsmat, í gegnum það líka að reflektera frá hópnum. Og þeir voru að segja, eftir að tóku þetta kerfi upp, hvað það hefði orðið miklu skilvirkara og miklu svona dýnamískari umræðan í þessari yfirferð. Og hvernig líka þeir skynjuðu að nemendur voru miklu nákvæmari í orðavali og kennararnir, þeir áttuðu sig líka miklu betur á því að það var kannski fullt af orðum eða hugtökum eða hugmyndum sem verið var að ræða í yfirferðinni sem að nemendur hreinlega skildi ekki. Þannig að það gerði bara, það var margt sem að varð til þess að kennslan var mun áhrifaríkari og markvissari og þessi yfirferð hún skilaði svo miklu. Þetta var eitt af því sem ég hef lært af Bretunum. En það má kannski segja að þetta mikla matskerfi, það náttúrulega fullt af fólki sem bara alveg hristir hausinn og segir bara þetta algjört bull og segir að þetta sé bara í rauninni sé líka einhvers konar vantraust á kennarann, það sé fólki þessu vantraust á kennarann, að þessi verið að tékka á því hvort hann standi sig og þetta sé bara algjört skrifræðisbákn og ég veit ekki hvort þið hafið hlustað á hann Pasi Sahlberg frá Finnlandi. Það sem hann náttúrulega að tala að það sem að skiptir kannski mestu máli eða svona nefnir ofta að skiptir miklu máli í þeim árangri sem að Finnar hafa náð í sínu skólakerfi, að það einmitt að það ekki þetta mikla ytra mat. Þannig að
Ég hefði svo sem heldur ekki trúað því að mér þætti samræmt próf í myndlist eitthvað sem ég myndi eyða einhverju púðra á eða hafa áhuga á að skoða, en mér finnst eitthvað svona, við förum aldrei alla þessa leið, en einhvern veginn held ég við þurfum að horfa á þetta, hvernig við getum komið okkur upp einhverjum sameiginlegum viðmiðum sem eru kannski aðeins skýrari heldur en bara þessi orð sem eru sett fram í námskránni. En það er byrjunin. En svo fannst mér áhugavert að sjá skoða hvernig þetta er úr starfsháttarannsókninni miklu sem var gerð, hvernig þetta er það hvernig kennarar almennt, hvaða matsaðferðir þeir eru almennt að beita. Og ég veit ekki hvernig þið myndu máta ykkur inn í þetta, hvaða aðferðum þið eru að beita. Hvort ég hugsa kannski að skrifleg lokapróf, þau eru sjálfsagt ekki mikið notuð. Sést þetta alveg óskaplega illa? En skrítið, því að ég sé þetta algjörlega á mínum skjá. Ég sé bara hvernig þið pírið þetta augun. Það er neðst skriflegt lokapróf. Það er mikið notað. Svo er mat á frammistöðu í kennslustund. Það er kannski svona fyrir miðju stór blá hlunkur. Það er kannski eitthvað sem er mikið notað hjá ykkur. Þannig að einhverju leyti, það er kannski eitthvað þarna, einhver staðar eru þið í þessu samhengi. En ég sá hvergi neina svona rannsóknir þar sem var búið að skoða hvar list og verkgreinar standa í þessu. Ég sá hins vegar rannsókn frá Bandaríkjunum sem að segir að formlegt mat sé óalgengt. Og það séu 20% listgreinakennara sem nota ekkert mat. Það eru tæp 70% sem nota eingöngu einhvers konar símat, það sem er fylgst með hegðun nemanda á vinnutímum. Og svo eru 64% sem að nota þá hæfniviðmiðin sem einhvers konar viðmið og 30% nota ferilmöppur við að meta vinnu nemanda sinna. Hérna er svo mynd sem að sýnir þá, og sést þetta betur. Það er merkilegt. En þetta sýnir í rauninni hvað kennarar myndu svona óska sér að nota meir. Og það er áhugavert finnst mér að sjá að þetta sjálfsmat nemenda sem ég held að sé afskaplega mikilvægt og sé lykillinn að því að fólk ná einhverju flugi í listnámi, það er þetta sjálfsmat. Og það er líka gaman að sjá að þetta er eitthvað sem að allir kennarar rauninni sjá er afskaplega mikilvægur þáttur. En mér finnst gaman líka að skoða meira frá Bandaríkjunum, þá er það þannig að svona formlegt mat eins og til dæmis ritgerð, próf, krossapróf, þetta er sára sjaldan notað. Og ég velti fyrir mig hvort að núna með þessari nýju námskrá þegar að það er rauninni verið að biðja allar greinar að vera meira skapandi og maður er að sjá krakka skila frábærum vídeómyndum í dönsku og það er verið að vinna á mjög fjölbreyttan hátt. Hvort að við kannski, listgreinakennararnir, hvort við megum jafnvel fara að nota einhverja fleiri tegundir við að meta vinnu nemanda. Hvort að til dæmis höfum við notað í myndlistarskólanum alltaf sem part af þessum svona verklegu kúrsum. Þar erum við alltaf með lítinn þátt, það sem að nemendur skila skriflega bara vangaveltum og þá tökum við einmitt út stafsetning skiptir engu máli og framsetningin engu máli, bara að koma með áhugaverðar hugmyndir efni, þar sem þú ert að tengja saman þetta með þessa svona stúdíóvinnu og þessa svona einhverja fræðilega vinkla. Þannig ég velti því fyrir mér, hvort að það geti verið áhugavert og hversu fjölbreytt námsmati sé hjá okkur. Byttu nú við. Svo langar með til að ræða þetta, hvað við erum að meta. Ég er engin sérfræðingur í grunnskólum, eins og ég sagði ykkur í byrjun, en ég fór aðeins og skoðaði í Ingunnarskóla og ég verð nú að segja að mér finnst þetta alveg bara ótrúlega fínt og svo skipulagt og svo vel einhvern veginn að öllu staðið og mjög inspírerandi líka því að það var bæði mjög skýrt framsett hvað var verið að gera og hvernig það var metið. Og svo hvernig það var bara svo mikið af myndefni og flottu efni sem þarna var að sjá. Þannig að mér finnst þetta algjörlega til fyrirmyndar.
Og þarna var notað sem sagt, það var frammistöðumat sem var notað, þar sem þessir þættir voru sem sagt lagðir til grundvallar. Sést þetta illa? Ég þarf að æfa mig meira í glærugerð, greinilega. Heyrðu, en ég lesi þetta upp. Í 1. til 3. bekk, það er sem sagt áhugi, umgengni og framkoma. Og í 4. til 7. bekk, þá er það áhugi, verkfærni, iðn og umgengni. Í 7. til 10. bekk þá er það áhugi, hugmyndavinna, verkfærni, iðni og umgengni. Þetta er sem sagt sameiginlegt mat, list og verkræna. Þetta er frammistöðumat og svo skilst mér líka að það er ýmsir gátlistar og það er umsögn í lok tímabilsins. Svo sá ég hérna í Háteigsskóla, það var í textilmennt, þar var sem sagt, það var símat og það var gilti 80% lokaeinkunn. Og svo var sem sagt sjálfsmat nemenda, það gilti 20% og einkunn í formi umsagnar. Það er sem sagt símat og það er verið að horfa svolítið á hvernig nemandi stendur sig í tímanum. Og þarna í myndvinnslu 10. bekk í Háteigsskóla, þar var verið að meta ástundun og virkni, en líka það sem mér fannst svolítið áhugavert, það sem ég sá ekki kannski mjög mikið af, pródúktið, niðurstöðuna. Hérna er svo vitnisburðarblað frá þetta er ægilegt. Það er mjög fallegt fannst mér og velunnið vitnisburðarblað frá hvað heitir aftur? Hvað heitir þessi góði skóli? Sæmundarskóli, segi ég. Og það er líka þetta frammistöðumat, lagt fyrir 2 sinnum í veturinn. Sjáu þetta, vinnusemi og frumkvæði, vandvirkni, verkfærni, umgengni og framkoma. Þarna var þetta lagt til grundvallar og svo var sem sagt líka gefin umsögn þarna fyrir neðan og þetta var gert 2 sinnum á ári. Og ég var svona aðeins að velta því fyrir mig hvort að horfa á hvað þarna er verið að tala um, hvað er verið að meta, hvað er verið að segja nemandanum í þessum greinum að skipti miklu máli. Og mér fannst það svolítið þegar ég var búin að horfa á og ég þekki hvað er verið að gera eins og í Sæmundarskóla. Ég hef skoðað verkin sem nemendur eru að vinna og mér finnst þetta alveg ótrúlega fín og áhugaverð og spennandi. En mér finnst kannski þegar ég horfa á þetta þá finnst mér þetta ekkert brjálæðislega inspírandi. Ég veit það ekki og kannski þarf það að vera, kannski þarf maður að setja þetta niður, kannski þarf maður að tala um þessa hluti. En ég velti því fyrir mig, ég var aðeins að skoða og þetta auðvitað er auðvitað er ekki hægt, þetta er sem sagt matskvarði frá listkennsludeild Listaháskólans. Og auðvitað er ekki hægt að segja það sé að nota það sama þarna í grunnskóla og er verið að gera upp í Listaháskóla. En ég velti því samt fyrir mér eins og þessi kvarði sem ég sýndi ykkur frá Lars Lindström, hvort það sé ekki, og hvort við þurfum ekki að passa okkur á því að tala líka um það sem og þessa svona eins og ég talaði áðan, þessa þætti sem skipta miklu máli í listnáminu og til dæmis forvitni, gerir margar tilraunir, tekur áhættu, ögrar sjálfum sér, finnur óvæntar lausnir, hefur auðugt ímyndunarafl, beitir verkfærum á óvenjulegan og frjóan hátt. Gætum við ekki líka tala um þessa þætti og einhvern veginn og þó við höfum kannski þessa matskvarða á frammistöðu og þetta er kannski partur af því sem við vorum að horfa á áðan, að þá að við pössum okkur á því að vera líka að tala um þessa þætti sem að skipta miklu máli og kannski líka eins og það er 40% af að loka einkunn, það er niðurstaðan og ég veit ekki hvernig þetta kannski er alltaf verið að gefa líka einkunn fyrir niðurstöðu en það var einhver tilfinning sem ég fekk því ég var að skoða þessar heimasíður hjá grunnskólum, þá fekk ég einhverja tilfinningu fyrir að það væri kannski mætti gera meira af því, ég veit það ekki og mér hefur fundist það bara þegar maður til dæmis í mínum góða myndlistaskóla þegar við gefum nemendum tækifæri á að sýna einhvers staðar og hampa því sem þau hafa gert, bjóða til sýningar og hafa opið hús eða eitthvað slíkt, að það bara einhvern veginn svona, það verður öll orkan bara stígur. Þannig að ég held að með því að tala líka um sem sagt niðurstöðurnar og hvað skiptir máli í niðurstöðunni, það sé líka mjög mikilvægt. Til þess að bara auka einhvern veginn svona vinnugleðina og fá nemendur til þess að kannski sýna, eins og þessari glæru á undan,
að sýna mitt sko vinnusemi og vandvirkni og allt það sem við erum að óska eftir. Og með því að setja aðeins meiri fókus á það, þá kannski náum við þessu upp. En nú ætla ég bara að, ekki með meira, en sem sagt ég ætla að setja þessa glæru bara, ég vona að þið skilir sér betur, eins og þeir hafa skilað sér á þessum tölvuskjá sem ég er að horfa á. En þá er ég búin að læra þetta sem sé. Hafa aðeins stærra letur. En ég ætla nú ekki að segja fleira, en ef þið hafið eitthvað spurningar. Hún er úr listkennsludeild Listaháskólans. Já, ég held að þetta sé bara, ég veit þetta einhvers staðar á netinu. En þannig ég get bara sett þetta líka, ég get nú bara, og skalinn er stærri, ég get bara að kanna hvort það sé ekki hægt að fá einmitt allan skalan. Og ég skal líka setja þessar greinar sem ég er búin að vera að tala og þessar rannsóknir, þannig að það geta legið frammi. Þess að þú ert að tala þetta þegar, viltu aðeins... Já. Já, þetta í rauninni þetta símat sem á sér bara stað alltaf þegar kennslan fer fram og það er auðvitað mjög mikilvæg þáttur í því sem gerist inn í kennslustundinni í list- og verkgreinum. Já. Nei, það er ekki svolítið þetta sko, þessi balans milli þess að nemandinn, hann er sjálfur einhvern veginn að átta sig á því hver er sérstæðans og hvar hann stendur og einhvern veginn að reyna að rækta það upp og svo er verið að gefa honum þetta mat og reyna að hjálpa honum til þess að einhvern veginn að skýra þessa sýn á sjálfan sig og ég held að ef að námsmat einhvern veginn er gott og virkar vel, þá er það náttúrulega að hjálpa nemandanum að framkalla þetta. En stundum... Já, og skilja hvar sérstæðan liggur. En það mjög fundist að til dæmis eitt af því sem ég sá... Já. Já, en ég var líka að veltaði fyrir mér eins og til dæmis það sem ég sá í þessu matskerfi hjá þessum Bretum, að þá var einmitt það var að tala mikið og tala alltaf þennan ríka þátt í listnáminu sem þetta símat og maður er alltaf að gera þetta, maður er alltaf að sjá, maður er alltaf að horfa hvar maður getur komið nemandanum lengra einhvern veginn og skilji betur hvernig hann gæti tekið meiri framförum og þar fannst mér svo áhugavert og ég sé þetta líka hér gert sko og hvernig þetta var í rauninni formgert aðeins skýrar, þetta símat. Það var bara með því aðeins að setja hlutina niður í nokkrum orðum og nemandinn svo eftir að hafa fengið þetta svona samantekt á þessu símati vetrarins miðja önnina, að þá gaf hann aftur tilbaka nemandinn, skila í rauninni skriflega tilbaka hvernig hann ætlaði sjálfur að reyna að ná lengra. Og þetta er eitthvað sem að eins og ég segi, ég hef séð bara hér í grunnskólanum á Íslandi. Eru fleiri spurningar? Takk fyrir.